Ég get aldrei lært þetta kúkú. Víst geturðu lært það, ungi litli. Nú skulum við kúkúa saman. 1, 2 og 3. Kúkú! 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 Sko, þetta var alveg ágætt hjá þér. En hvar tvíburabróðir þinn? Hann steinsofandi. Ég búin að svæfa hann með því að syngja 7 sinnum bíbí og blaka, þá sofnar hann alltaf. Hann nefnilega pelabarn. Hvaða vitleysa, ungi litli? Hann víst pelabarn. Hann alltaf með þetta snuð. Nú, ég sé ekki betur en að þú sést líka með snuð. Ég bara stundum með snuð. En kúkú, viltu segja mér sögu? Já, en veistu það, litli ungi, að slangan, hún að fara að segja Lilla og krökkunum sögu og við skulum hlusta líka. Jæja, allt í lagi, kúkú. Hvar skyldi hann nú vera, strákurinn? Sæl, slanga. Fyrirgefðu hvað ég kem seint. Það nú allt í lagi. En hvað tafði þið, Lilli? Veistu, ég sá svo skemmtilega flugu hérna sem vildi endilega setjast á nefið á mér. Svo flaug hún bara í burtu. Þetta minnir mig á ævintýri sem heitir Neittu á meðan á nefinu stendur. Hefurðu heyrt það, Lilli? Neittu á meðan á nefinu stendur? Nei, en viltu segja mér það, slanga mín, gerðu það? Já, ég held bara ég hefði gaman af að rifja það upp. Byrjum þá, byrjum. Já, hlustaðu nú vel. Já. Einu sinni var kóngur og drottning í ríki sínu og karl og kerling í koti sínu. Einu sinni keyptu karlinn og kerlingin sér tunnu fulla af smjöri sem þau ætluðu að hafa til vetrarins. En nú urðu þau í vandræðum með það hvar þau ættu að geyma tunnuna svo ekki yrði stolið úr henni. Loksins kom þeim saman að fá að geyma hana í kóngsgarðinum. Gekk þeim vel að fá það og tók kóngur hana til geymslu. Genguðu sjálf frá tunnunni og bundu yfir. Leið nú fram undir haustið. Fór þá kerlinguna langa í smjörið og hugsar hún sér undir eins upp ráð til þess. Einn góðan veðurdag hún snemma á fótum. Kemur hún þá inn og segir karli sínum að það sé kallað á sig í kóngsríkinu til að halda þar barni undir skírn og verði hún því að fara burtu þangað. Karl segir að það sé svo sem sjálfsagt. Býr nú kerling sig í allra mesta snatri og fer í kóngsríkið. Segir hún þar að hún eigi að sækja smjörögn í tunnuna og var því trúað svo henni var hleypt þar inn sem tunna stóð. Tók kerling nú gott borð af tunnunni. Síðan fór hún heim. Þá spyr karlinn hvað barnið hafi heitið í kóngsríkinu. Kerling segir: Borða heitir burðug mær. Heyrðu, slanga, heitir þá stelpan Borða af því hún tók borð af tunnunni? Það? Já, Lilli, en kerlingin var nú að plata kallinn. En veistu hvað þetta borð á tunnunni var? Nei, ég ekki alveg viss. Það þýðir að hún tók lítinn hluta af smjörinu. Já. En nú skulum við halda áfram. Þegar kerling var búin með það sem hún hafði tekið, segir hún einu sinni við karlinn: Kallað í kóngsríkinu enn? Á hvern og til hvers? Á mig til að halda að barni undir skírn. Já, og far þú þá? Kerling fer og segir sem fyrr að hún eigi að sækja smjör í tunnuna. Tekur nú kerling ofan í miðja tunnu, en þegar hún kom heim spurði karlinn hvað barnin héti og kerling segir:
Miðja heitir mikil snót. Þegar kerling var búin með þetta smjör, segir hún kallinum: Jæja, kallað í kóngsríkinu enn og ég enn beðin að koma að halda þar barni undir skírn. Já, far þú þá. Kerling fer og segist eiga að sækja smjör. Tók hún nú svo mikið að hún sá í löggina. Þegar heim kom, spyr karl hvað barnið heiti. Lögg heitir ljót mær. Nú leið og beið, þangað til kerling var enn orðin smjörlaus. Þá segir hún við karlinn: Kallað í kóngsríkinu enn. Á hvern og til hvers? Á mig, til að halda barni undir skírn. Já, far þú þá. Kerling fer og segir sem fyrr í kóngsríkinu að hún eigi að sækja smjör. Tekur hún þá allt sem eftir var í tunnunni. Þegar hún kom heim, spurði kallinn hvað barni héti. Botni heitir burðugur sveinn. Nú líður og býður fram á útmánuði. Þá fer að vera hart í búi hjá karli og kerlingu. Þá segir karlinn við kerlinguna sína að nú sé best að sækja smjörtunnuna í kóngsríkið. Kerling fellst á það og faraði nú bæði og segjast alla sækja tunnuna sína. Þeim var fengin tunnan og sáu þau að umbúðirnar voru óhaggaðar. Veltuðu nú tunnunni heim til sín og inn í kotið. Opnaði karlinn úr tunnuna, en þá var hún galtóm. Karli bregðurinn ekki í brún og spyr kerlingu sína hvernig muni standa á þessu. Hún lést nú ekki vera síður hissa á þessu en hann, en þóttist ekkert skilja í hverjum brögðum þau væru beitt. En í sama bili sér kerling stóra flugu sem hafði flogið ofan í tunnuna. Þarna kemur rækalsþjófurinn, segir hún og sýnir karlinum fluguna. Nei, skoðaðu, ótækis flugan sú arna, hún hefur sjálfsagt étið allt smjörð okkar úr tunnunni. Karlinn sér að það muni satt vera. Sækir hann nú fiskasleggjuna sína og ætlar að rota fluguna. Læsir hann þá kotinu svo flugan komist ekki út. Sækir karlinn nú fluguna og slær til hennar hart og tíðum og brýtur allt og bramlar því aldrei hæfði hann fluguna. Loksins var karlinn uppgefinn og settist niður í bræði. En þá kemur flugan og sest á nefið á honum. Karl biður þá kerlingu að rota fluguna og segir: Neittu á meðan á nefinu stendur. Og það máltak síðan. Kerlinga reiðir upp sleggjuna af alepli, rekur hana á nefið á karlinum og dauðrotar hann. En flugan slapp og órotuð enn. En kerlingin stumrar enn yfir karlinum. Í dag ætlum við að föndra svolítið og við ætlum að búa til bíl sem við ætlum svo að láta keyra hérna á eftir. Og félagar mínir hérna, þeir eru alveg tilbúnir, segir. Já. Það sem við þurfum í þetta eru 4 pappadiskar og 4 svona blómapinnar eða bambuspinnar eða eitthvað slíkt. Og svo pínlítið af verkfærum. Ég hérna með síl og það verkfæri til þess að búa til göt og ég byrja hérna á því að finna miðjuna á þessum 4 diskum, setja á alla saman og svo finn ég miðjuna og bý til 1 gat þar í gegnum þá alla. Maður verður bara að passa að fara ekki í gegnum borðið, Kári. Já, þá eiginlegst að þá mamma og pappi alveg fókreið. Þau verður fókreið ef maður fær í gegnum borðið. Já. Bara svona og síðan tekur maður 2 af, skiptir þessi í helming. Og nú þurfum við að búa til 4 göt á þessa 2 hérna. Það er að segja að það verður 2 diskar með hérna... 5 götum. Já. Það er rétt að vanda sig svolítið og búa til hérna kross yfir miðjuna til þess að þetta sé alveg nákvæmt. Voðalega nákvæmt. Já. Þá notum við bara reglustiku og hérna... Penna. Penna, nú eða blýant.
Allt eftir því hvað þið hafið við hendina. Já. Gera svona strik alveg út á endana á þessum tveimur. Og þegar við erum búin að því, þá getum við búið til þessi 4 göt í viðbót sem eiga að vera á þessum tveimur diskum. Og þau setjum við hérna alveg á kantinn í strikið. Það verður að passa sig að þetta beiglist ekki. Já, Það verður að vera voðalega vantur. mér sýnist það á öllu. Það er mjög mikla hæfni til að geta gert þetta. En ekki ef maður vantar sig. Við erum eiginlega bílasmiðir í dag. Já, Það má segja það. Við gerum hérna gött. Hvað eru núna komið mörg gött á þessa diska? 5. 5. Og á 2 diska, hvað eru það mörg gött? 10. Þið sjáu það á eftir, það er nefnilega... Það ekki að setja spýtu þar. Nei, þá eftir að setja spýtu þar. Á ekki að gera henni gött hér. Nei, ekki heldur. Nú sé ég hvernig þetta virkar. Jæja, segðu mér frá hvernig þetta virkar. Þessi tveir, síðan setjum við þessi hérna og svona utan. Svo setjum við þetta utan á og búum til hjólkoppa. Heftum þetta, festum hérna vel og svo hinn hjólkoppinn á hitt hjólið og þá erum við komið með bílinn, svona næstum því. Svona til að stytta mér leið í gegnum þetta, þá var ég búinn að búa til hérna þennan. Hann er alveg tilbúinn með hjólkoppum. Það vantar eitt á hann. En það er ekkert í miðjugatinu og þar ætlum við að setja 2 teygjur. Við getum nú örugglega út við eitthvað teygjur eitthvað staðar. Það vantar vilinn á hann. Já, nú til þess að koma teygjunum í gegn, þá þurfum við að útbúa hérna krók. Gerum það bara úr bréfaklemmu. Einhverju slíkur. Já. Langaði að setja þennan saman við þar. Sjáu þið, nú þurfum við að hjálpa mér hérna með þennan. Kári. Vertu tilbúinn með spýturnar litlu og svo setjum við teygjurnar 2 hérna í gegn, krækjum þeim hérna á þennan krók, spýturnar setjum við síðan hérna í til þess að halda teygjunni og svo höldum við bara áfram og með teygjurnar báðar hérna í gegn. Þetta verður svona miðjan í bílnum. Rauða miðju. Það væri nú gaman ef við hefðum tími í það að mála líka bílinn. Já, en við höfum ekki mikið tíma. Nei. Hvernig myndur þú hafa hann á litinn, Viðar? Ég myndi hafa hann gráan. Já, eða brúnan eða hvítan. Svo festum við þessari spýtu hérna líka. Það tekur ekkert að mála hann hvítan, hann er hvítur. Heyrðu, þá er allt tilbúið nema að setja bensínið á. Það er að gera margt. Það gerum við með svona lóðum og það er að gera margs konar lóð, til dæmis svona úr leir. Eða svona. Eða, já, þetta er nú bara alveg ekta lóð. Ef þið eigið svona. Ef krakkarnir eiga svona. Það er það útbúa bara lóð. Svona skinnur, læðast í bílskúrinn eða í bílinn hjá pappa og mömmu. En hvað myndi mú pappi gera ef maður myndi nú taka eitthvað á vélunum sem myndi að bara springa í loft upp eða hann ætlaði að setja hann í gang? Já, það væri nú ekki gott. En sjáu þið, svo hengjum við lóðið hérna á teygjurnar. Tökum bara hérna 2. Þetta er nú eitthvað erfitt hjá mér, jæja. Og hengjum lóðið hér á. Tókst. Hengjum lóðið hér á þessar 2 teygjur. Hvernig var að hlaða þetta ljóð? Svo þurfum við að hlaða bílinn og þá er bara að taka hérna allt saman frá. Það er best að gera það á gólfi, á gangi eða einhverju slíku. Og það sem við þurfum að gera er bara að velta þessu áfram. Alltaf sömu áttina?
alltaf í sömu áttina. Þið verður að muna Og þá krakkar að það er núna bara verið að hlaða. Nú er að setja bensínið á. Og þið sjáu það snýst upp á teygjuna og þeir verður búin að snúa þetta nokkru sinnum. Þá er bíllinn orðinn mjög kraftmikill, skal ég segja ykkur. Sjáu þið, ef við setjum hann hérna. Ég held honum. Þú heldur honum, slepptu núna, ég ætla að halda hérna við hann. Og ég ít honum ekki og hann fer af stað. Þá snúum við. Nú er þetta orðið sjálfvirkur bíll. Sjálfrenni reið eins og það héti í gamla daga. Fyrstu bílarnir hétu það, því þeir runnu sjálfir. Jæja, þá er maður komin aftur hingað. Mikið er gaman að sjá þig, Gudda mín. En ertu að leita að einhverju? Nei, ekki neinu sérstöku, nei. En heyrðu, heldur ég megi syngja fyrir krakkana? Já, þú mátt áræðilega syngja á eftir. En Gudda, mikið ertu fín. Þú ert í nýrri úlpu og nýjum kjól Já, með líka nýju kjól. Já, mamma saumaði bæði kjólun og úlpuna, svo ég yrði alveg æðislega fín ef ég skildi hitta, þú veist, suma. Heyrðu, og svo ertu líka með nýja slaufu í hárinu. En hárið er komið alveg fyrir augun aftur. Ég held ég verði nú að fara að klippa þig. Heyrðu, Helga, Já. ég ætla að spyrja þig aðeins svolitlu. Já, Má ég hvísla svolitlu að þér? er það leyndarmál? Heyrðu, segðu leyndarmálið upphátt, allt í lagi, vertu ekki feiminn. Eru sumir hérna? Sumir, meinaru Lúlla? Nei, ekki sá asni. Ég meina A-N-D-R-E-S. Þú meinar Andrés. Veistu hann Andrés er hérna einhver staðar, ég skal kalla á hann. Andrés! Nei, ekki kalla á. Ég er svo ofsalega feimin. Veistu, ég er orðin alveg niður í stóru þá þegar ég sé hann. Heyrðu, Helga. Já. Heldur þú Já. að Andrés sé eitthvað skyldur honum Andrés önd? Andrési önd, akkur heldur það, Gudda mín? Af því þau eru báðir svolítið útskeiðir? Það er Heyriði, akkur er aldrei neitt hunda hérna í stundinni? Hvað? Hver heldur að nenn að horfa á einhver asnaleg dýr endalaust, ha? Mér langaði bara að sjá eitthvað hunda. Lubbi minn, þú ert heppinn vegna þess að við erum einmitt að fara að sjá mynd núna sem er hund sem heitir Lappi og eiganda hans sem heitir Kjartan. Og þegar við erum búin að sjá myndina, þá máttu syngja, Gudda. En ég segi ekki hvaða lag ég ætla að syngja, ha? Og veistu það, hann Jónas Þórir, hann ætlar að spila undir hjá þér. En ég ætla að spyrja þig einu. Ertu vissum að þú kunni lagið sem þú ætlar að syngja og textan líka? Ertu búin að æfa þig? Já, ég er sko búin að æfa mig. Það er mamma giblar alltaf munnin. Já. En heyrðu, fæ ég líka svona alvöru reik eins og er hjá Hemma Gunn og svoleiðis? Já, eins og alvöru söngvarar hafa. Við skulum sjá til. En nú skulum við sjá hundinn Lappa og hann Kjartan. Nei, komið þið sæl. Ég heiti Lappi. Ég hlýti að hafa dottað aðeins í hitanum. Ég legg mig oft hérna á daginn þegar ég er í einn heima. Eins og ykkur eflaust grunar á ég heima í borginni. Þegar ég var lítill hvolpur átti ég heima á Akranesi, en svo var ég gefinn til húsbænda minna sem hugsaði mig núna. Ég er einmitt að bíða eftir honum Kjartani. Hann er strákurinn sem hugsar mest mig. Já, hann fer með mig út og gefur mér að borða og líka kennir hann mér ýmsar hundakúnstir eins og hann segir. Hvar ætla hann sé, strákurinn? Uss, bíðið við. Ég held hann sé að koma. Ég þekki nú fótatakið þótt ég sé ennþá hálfgerður hvolpur. Mér bregst ekki bogalistin. Það er best að taka vel á mót honum. Mikið er ég fegin að hann er kominn. Mér var satt að segja farin að leiðast einveran. Nú er ég vissum að Kjartan fer með mig út og þá verður sko fjör. Kjartan setur á mig ólina til þess ég hlaup ekki frá honum og líka til þess að fólkið á götunni verði ekki hrætt. Sumir eru hrættir við stóra svarta hunda eins og mig, en það er algjör óþarfi. Yfirleitt geri ég engum neitt
nema þá stundum að ég urra á kisur og auðvitað geltir maður á ókunnugum svona til að sýna að ég geti verið góður varðhundur. Jæja, nú erum við komnir á leiksvæðið og þá byrjar gamanið. Við leikum okkur með gúmmíteygju. Þetta er nokkurs konar eltingaleikur sem ég vinn oftast nær örugglega. Stundum leyfi ég Kjartani að ná teyjunni, svona til þess að hann haldi áfram að leika við mig. Annars gæti hann bara farið í fílu og farið með mig heim. Og svo er ég líka slagsmálahundur og þetta sé allt í góðu. Mér finnst svo gaman að slást við Kjartan og rífast við hann leikfængin. Nei, hvað er þetta? Köttur á kreiki? Ó, best að sýna honum hver ræður hér. Þarna var hann hræddur og eins gott, því annars hefði ég sennilega orðið smeykur ef hann hefði veitt einhverja mótspyrnu. Kjartan er búinn að kenna mér nýjan leik. Hann segir mér að brosa og þá fæ ég keksbita. Auðvitað kann ég að brosa og það er ekki verra að fá smá sælgæti í verðlaun. Þegar ég var í hundaskólanum lærði ég að leita að fólki og núna förum við Kjartan oft í feluleik. Ég verð að liggja kyrr og telja upp á 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Það er alveg bannað að svindla. Á meðan felur Kjartan sig og ég þarf að finna hann og það tekst nú yfirleitt strax. Núna erum við á leiðinni heim. Það er nú ekki að því að ég sé orðinn þreyttur, nei, öðru nær. Aftur á móti er Kjartan farinn að lýjast og þó er það ég sem hleyp mest. Það er annars ágætt að fara heim. Ég er viss að það bíður mín eitthvað góðgæti og svo er ég alveg til í að hvíla mig smá stund eftir hlaupin. Já, ég vissi ég ekki og pulsur í matinn, uppáhaldi mitt. Nam, 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 nam. Jæja, Gutta mín, þá er stundin mikla runnin upp. Þú færð að syngja eins og alvöru söngkonurnar. Með undirleik og öllu saman. Og hvað ætlarðu nú að syngja? Pabbi beyglar alltaf munnin. Pabbi beyglar alltaf munnin, ertu viss að það sé rétt? Mamma beyglar alltaf munnin. Alveg rétt og nú ertu viss að þú kunnir bæði vísurnar og lagið eins og alvöru söngkonurnar. Já. Og, já. Nei, bíddu róleg, ég ætla að kveðja krakkana. Þetta verður síðasta atriðið okkar í stundin í dag og við sjáumst aftur næsta sunnudag. Já, og upp með reykinn! Pabbi minn kallar kók í sípur. Hann er með eyrnalokk og strípur. Hann er að fara á ball. Hann er að fara á ball. Mamma beyglar alltaf munnin. Þegar hún maskarar augun. Hún er að fara á ball. Hún er að fara á ball. Ó, er þetta ekki Andri sem ég sé hana? Andri! Hæ, sér þú mig? Ég sé þig hann í gufunni. Blandaðu mér í glas, segir hún. Út meira munnveginn, ekki meira kók, ekki meiri ís. Réttu mér kveikjarann. Barnapían er með blásið hár og pabbi yngist upp 18 á nóinu. Drífðu þig nú svo við missum ekki að Gunnar og sjóinu. Andrés, ég er búinn að sjá þig í gufunni. Hæ! Það er alltaf sama stressið. Sú gamla er enn að minnka dressið. Hún er að fara á ball. Hún er að fara á ball. Beyglar alltaf munnin. Mamma
Ó, ég hlakka til að segja henni kúkú leyndarmálið.